á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 20:09, 1. september í dag og það komið september og nú erum við komið á línuna þjálfara IBVF. Það Sigur Ragnar Eyjólfsson, komdu bless á sællum ekki? Blessaður. Ekki búið að lægja í Eyjum, veistu það ekki? Heyrðu, aldrei sem vant, þá ég í Kópavogi núna en það búið að vera slæmt þegar í Vestmannaeyjum, ég veit ekki hvernig það í dag. Nei, og það var alveg áhörunda með sett í gær á Hlíðarenda? Ég ætla að vona ekki. Fyrir 100 manns. Já, alveg heilar. Já, það burt. Já, en hérna, já, hvernig svona stemningin annars búin að vera í boltanum í Eyjum í sumar? Heyrðu, hún bara búin að vera fín. Eftir erfiða byrjun, þá kannski rifu okkur aðeins upp og náðum að komast aðeins ofar í deildina og undanúrslit í bikar og svo kannski svona smá vendipunktur kannski í leiknum núna, síðasta leik á móti Val, þá kannski eigum við svona eitthvað smá möguleika loksins á að vera eitthvað með í baráttinu þetta Evrópusæti ef við hefðum unnið Val en við áttum ekki skil úr þeim leik, við vorum slagir og þá bara snýst þetta núna að halinn stig og tryggja sæti okkar í deildinni. Já, nákvæmlega. Og þið eru búin að vera á mjög góðu rönni eins og maður kallar það í ágústmánuði. Já, við tókum 3 leiki, FH, Víkingur og Þór og tókum 7 stig af 9 mögulegum í þeim og eftir að hafa átt erfitt prógram þar á undan þar sem við töpum undanúrslitum í bikar og töpum fyrir Stjörnunni reyndar í leik sem við spiluðum vel en það kom svona smá millibilsástand þar sem við vorum að tapa leikjum og við þurftum að þétta vörnin okkar og það gekk vel þangað til núna í síðasta leik. Já. Og já, hópurinn hann nokkuð flottur hjá þér og já, það eru ungir strákar sem eru búin að vera standa sig virkilega vel í sumar hjá þér. Já, engin spurning. Það eru ungir strákar í Vestmannaeyjum sem eru búin að fá að spila fullt í sumar og Jón Ingarsson búin að vera meira og minna í byrjunarliði í sumar og svo spiluðum við, hann fæddur 95 og svo Óskar Sóeka, strákur sem byrjaði svolítið fyrir okkur í byrjun móts og við sendum síðan á lán til BI þar sem hann að gera góða hluti og síðan höfum við verið með Atla Fannar Jónsson, hann líka fæddur 95, þetta allt strákar fæddur 95 og þannig að þeir eru 19 ára þessu ári og svo náttúrulega við verið með nokkra unga strákar til viðbótar á bekknum og einhverjir hafa fengið að koma inn á meðal annars Devon Már Griffin sem fæddur 97 þannig að þetta svona við erum ekki með breiðan hóp, það eru bara 15 strákar á meistaraflokksaldri að æfa með okkur og þannig að ungu strákarnir hafa fengið töluvert tækifæri í sumar og það bara verið gott að við þurfum fleiri góða leikmenn inn í meistaraflokkshópinn og þetta liður í því að gefa ungu leikmennum tækifæri. Vissur að þessum strákur svona áður og fórst að þjálfa hérna í Eyjum að það væri til svona etnilegi leikmenn hérna? Nei, ekki þannig sko. Ég þekkti ekki mikið til ungu leikmanna en þetta eru strákar, ef við fáum með sterka einstaklinga þá það gott. Ég held að það verði alltaf svolítið erfitt fyrir IBVF að eiga sterkan annarflokk. Við erum með annarflokkin í B-riðli og hann í ströggli þar og er sem stendur í fallsæti og 3 leikir eftir og gæti fallið niður í C-riðil en svo lengi sem við fáum upp 1-2 sterka leikmenn þá er það náttúrulega frábært því að árgangarnir eru nú ekki fjölmennir í Vestmannaeyjum og þess vegna þurfum við að hlúa vel að hverjum og einu leikmanni sem eru að æfa fótbolta. Já. Og já, þó þessi þunnir hóparnir í svona elstu yngri flokkunum að þá náttúrulega kannski meiri hægt að einbeita sér að enga þjálfuninni til þeirra eða semst einstaklingsþjálfuninni. Já, við reyndum að púsla þessu vel saman við æfum stundum aukalega með þá strákar sem við teljum að hafi gott af því og líka eru strákarnir duglegir að biðja aukaæfingar sjálfur og bæði ég og Dino erum í þessu á fullu, Dino aðstoðarþjálfari og við förum reglulega með strákarna á aukaæfingar og þeir hafa metnað til að bæta sig og eru að æfa vel og eru náttúrulega bæði kannski að æfa með öðru flokk og meistaraflokk og spila leiki svona í mist þannig að eftir hvernig staðan er og
og þeir hafa vaxið margir og vonandi sjáum við enn meira til þeirra næsta árum. Og svo Akademía alltaf þarna, knattspyrnu akademían? Jú, það passar INDF heldur utan það og ég veit ekki annað en að það bara ríkir mikil ánægja með það og það svona liður í sig líka að halda vel utan með þessa stráka og byggja upp. Við þurfum alltaf að byggja upp, það þarf að vera kjarni heimamanna í BF-liðinu og öðruvísi gengur þetta ekki og þannig að við erum alltaf háðið því að það komi upp góði leikmenn úr öflugu yngreflokksstarfi hjá IBVF og þó eins og ég segja við erum með fámennan annan flokk með að við kannski flest metnaðarfull annan flokks lið eða félög að þá eru fámennt í öðrum flokknu í okkur og það svona, já, eins og ég segi verðum að halda virkilega vel utanum hvern og einn. Já. Það verður nú bara fínt eða ekki fyrir stráka og stelpur sem að byrja í framhaldsskóla, bara skella til sig Vestmanni og vera í akademíu og svona. Ég held að það sé frábær hugmynd. Það er frábær aðstæði Vestmanni og það öfund okkur allir þjálfararnir sem að koma að spila við okkur í Pepsi-deildinni að þeir sjá Hásteinsvöll og sjá æfingasvæði sem við erum með bæði á Týsvölli og Þórsvelli og svo erum við líka með Helgafellsvöll og það hefur verið hugsað sérstaklega vel grasvöllina í sumar og svo náttúrulega erum við með Eimskipshöllina og hún er alltaf opin og það er hægt að fara þar inn og æfa sig og strákarnir eru líka stundum duglegir að fara bara sjálfir og æfa sig, taka 20 bolta og fara saman og að senda milli að skjóta og taka fyrirgjafir og annað þannig að það er frábær aðstæða þannig til að bæta sig og það er umhverfi kannski sem er mjög erfitt að komast í víða annar staðar hérna í bænum þannig að ég þekki bara eins og ég Breiðablik þar sem dóttir mín er að æfa fótbolta að það eru kannski 150-200 manns á æfingu á sama tíma og það er nýtt hver einasti metri í knattspyrnuhöllinni og þetta er svolítið öðruvísi í Vestmannum það er nóg pláss og góðir vellir og frábær aðstæða og allt til alls til þess og vonandi góðir þjálfarar líka en það er allt til alls til þess að bæta sig. Þetta er líka, já ég myndi segja það, þetta er nú fín æfing fyrir þá sem vilja verða atvinnumenn í knattspyrnu að prófa að búa í Vestmannaeyjum og vera bara hérna að og æfa fótbolta og þeir sem ætla að fara út. Já, ég sammála því. Þetta ungu strákarnir sem hafa verið að koma til Eyja eins og kannski Atli Fannar Jónsson sem sprungir aðeins út í sumar og hefur verið að byrja svolítið fyrir okkur og skora mörk og leggja upp mörk og fiska víti og annað að hann er náttúrulega bara ungur strákur sem ég sagði að hann fæddur 95 og er svolítið búin að þurfa að standa í einn fótum í sumar og ég held að það sé bara þroskandi að þurfa að flytja svona þess að heiman en samt ekkert allt á lágt og já, þurfa að elda hún í sig og få fötin sín og annað. Eins og þau þurfa að gera úti? Já, engin spurning og þarna er bara kannski umhverfi sem er ekkert allt á langt að heiman en samt svona að heiman þannig að þetta getur verið svona fínt stopp á leiðin út í atvinnumösku seinna meir og IBF hefur verið með nokkra atvinnumenn undanfarin ár sem hafa farið í atvinnumösku og staðið sér vel þannig að ég held að þetta sé bara fínn skóli sem við erum með í Vestmanni. Já, en ef þú lítur svona aðeins aftur að Pepsi-deild karla svona hvernig deildin er búin að vera það lítur allt út fyrir núna að þetta sé FH Stjarnan sem verður að berjast Íslandsmeistaratitilinn? Jú, ég sammála því þetta verið svona káringa við að hafa mist svolítið af lestinni núna með að hafa tapað fyrir Stjörnunni og maður sér þessi lið ekki tapa mörgum stigum, þeir eru náttúrulega ekki tapað ennþá leik, hvorki FH eða Stjarnan í deildinni þannig að þeir eru líklega ekki að fara að mistiga sig mikið núna og vitandi það að þeir eru andandi ofan í hálsmála á hver öðru en svo sýnist manni að Víkingarnir standi náttúrulega mjög vel þeir eru ekkert mikið að mistiga sig og eru með stöðugt og gott lið og það lítur út fyrir að þeir taki Evrópusætið og þó þetta Valur og Fylkir gætu blanda sér kannski eitthvað í það baráttu en Víkingarnir eru með 5 stiga forskot og eiga leik inni að vísu á móti held í Stjörnunni erfiðan leik en þeir standa vel og það síðan er bara hörku barátta á botninum og hvaða lið falla. Hvernig nú er landsleikjahlé að byrja og hvernig svona er undirbúningurinn til þess að halda menn við eins og núna, náttúrulega leikmenn fara ekki í pásu við það? Við spilum náttúrulega núna
í gær við Val og við gáum 2 daga frí, gáum frí í dag og frí á morgun og bara fínt fyrir leikmenn að hreinsa hugan og hugsa eitthvað annað en fótbolta núna í 2 daga, það er langt í næsta leik og 2 vikur í næsta leik og svo munum við æfa vel og taka tölvöld erfiðar æfingar í þessari viku. Svo munum við aðeins slaka á helgin aftur og væntanlega gera eitthvað félagslegt saman en síðan í næstu viku bara á fullu undirbúningur fyrir greiðlega mikilvægan leik á móti Breiðablik í Vestmannaeyjum og við þurfum að fá held ég allavega 3 stig viðbót til þess að tryggja okkur. Já, og tróðfullan Hásteinsvöll, alveg bara allir Selfyssingar og Sunnlendingar að koma á þann leik. Já, engin spurning, það er við þurfum að styðja IBVF-liðið og við viljum hafa lið á landsbyggðinni í Pepsi-deildinni og Þórsararnir eru nú í basli og það lítur jáfnvel út fyrir að þeir falli, það staðan ekki góð hjá þeim, þannig að það gæti farið svo á næsta ári verði jáfnvel bara IBVF í Pepsi-deild. Ég vona auðvitað að við höldum okkur uppi, það er ekki orðið tryggt. En svona landsbyggðin á aðeins svona stendur aðeins höllum fæti og þarf kannski við þurfum stuðning hjá IBVF, engin stuðning. En svo spennandi hlutir að gera hjá hinum meistaraflokknum þarna í Eyjum sem kannski, það ekki bara mjög gott fyrir Eyjamenn að, já, þeir eru nú bara að berjast það að komast upp í 3. deildina? KFS? Jó, KFS búið að státa sig vel og það er fínt og þá eiginlega svona tekið með þetta ákvörðun í upphafi fyrir upphaf móts og þá fundum við með forramönnum KFS og við reyndum að gera allt til þess að styrkja KFS-liðið því við viljum að KFS fari upp deild. Það myndi efla IBVF til lengri tíma að ungir efnilegir leikmenn í IBVF gætu spilað í 3. deildinni með KFS frekar heldur en að vera að spila í B-riðli í öðru flokk og þannig að við styrktum aðeins KFS-liðið. Gauti Þorvarsson spila með þeim á lánu og náttúrulega búinn að markaðastur hjá þeim held ég, búinn að dælir mörkum í sumar og eins letum við marga stráka í öðrum flokki hafa félagsskipti þannig að þeir væri löglegir líka með KFS en svo hafa líka gamli jaxlar tekið fram skóna og hjálpa KFS þannig sem er mikilvægt fyrir klúbbinn að við þurfum endilega að koma KFS upp deild. Og já, verður ekki svo bara þarna í 3. deildinni hjá KFR og KFS að berjast leikmenn næstu leiktíð þá? Já, það er eitthvað sem verður það bara að skoða næsta ári ef það gengur upp og við lánum líka leikmann í KFR en ég held að það sé bara fínt að hafa það option að geta lána leikmann í bæði lið og það hefur gott samstarf milli þessar félaga og þannig að ég bara bjartsýnn á að það geti verið áfram gott samstarf á milli. Já, og það er náttúrulega ekki verra að hafa 2 félög þarna í 3. deildinni sem hægt að leita til. Já, engin spurning og þá hljóta bara aukast líkur með að annarkvort liðið geti farið aftur upp. Það væri náttúrulega bara frábært líka. Því að það er náttúrulega gott fyrir okkar ungu leikmann og okkar leikmann að geta spilað sem hæstri deild og fengið þar með meiri mótstöðu og þannig verið betri undirbúningur fyrir þá til þess að komast í síðan IBVF-lið sem hefur verið að spila í Pepsi-deild þannig að ég held að þetta sé nú bara alltaf góður róli. Svona í lokin, hvort finnst þið meiri líkur að FH eða Stjarnan eru Íslandsmeistarar? Kalt mat? Sko, fyrir að við höfum alltaf spilað 2 svar við FH og 2 svar við Stjörnuna og okkur gegnur reynda bara okkur fannst við spila vel í báðum leikjunum á móti báðum þessu liðum en við fengum lítið út úr þeim fengum minna heldur en að við gerðum ráð fyrir en ég held að þetta séu mjög álíka sterk lið mér finnst kannski leikmannahópur FH sterkari en það er Stjarnan og náttúrulega FH hefur hefðina með sér en Stjarnan er spútniklið í ár, engin spurning og búið að gera Rúnar Páll búin að ná ótrúlega mikið út úr þessu lið og Brynjar Björn og þeir eru bara með bullandi sjálfstraust. Já, engin spurning og ég meina eins og fara á KR-völl og vinna KR í svona stóru leik það er og nýkomni til landsins aftur og þeir eru búin að spila núna endalaust á stórum leikjum þannig að það er eins og það sé mikil meðbyr með Stjörnunni og þeir hafa verið oft verið að klára leiki alveg í lokin þannig að maður skildi aldrei afskrifa Stjörnuna að þetta geti bara verið árið þeirra og þeir takit allt með trompi. Já,
og já, það kannski það sem uppskeran gerir, þeir eru náttúrulega, þetta ekkit langt síðan að þetta lið var nú bara í annarri deildinni. Já, gaman að sjá hvernig uppbyggingur hefur verið hjá Stjörnunni undanfarin ár og hafa stöðugt fyrir að bæta sig og alltaf náði Evrópusæti í fyrst skipti í fyrra og eftir svona bara jafnun og stöðan uppgang og bæði kall og kvennamegin og Stjarnan orðin bara mjög stórt félag og það má náttúrulega styrkja enn frekar núna, það mikla fjármagn sem þeir fá inn í félagi núna við að koma svona langt í Evrópukeppninni og þannig að maður sér ekki annað en að Stjarnan sé komið til að vera þarna sem eitt af toppliðunum á Íslandi. Já, nákvæmlega. Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, hvetjum alla til þess að vera tilbúnir eftir réttirnar og mæta á sunnudegi til Vestmannaeyja á IBVF Breiðablik. Engin spurning, áfram IBVF. Bestu þakkir. Takk hérlega, heyrjumst. Já, Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þjálfari IBVF. IBVF hérna einmitt eiga stórleik framundan hérna 14. september eftir landsleikja hliðið og þá mætaði Breiðablik, liðin eru jöfn að stigum og þessi leikur sunnudaginn 14. september. En það náttúrulega leikur á miðvikudaginn í fjórudeild karla úrslitakeppnin. Þar eru höfðingjarnir úr KFS að spila og af hverju vilja þeir ekki koma með þetta upp. KFS léttir á Helgafellsvelli klukkan 5:30 annað kvöld. En aðri leikir sem hefjast á sama tíma á Hlíðarenda KH Kári en þessi úrslitakeppni hófst á laugardaginn. Það var allan að þannig að í fyrirleiknum var það þannig að KH tapaði gegn Kára 4-0 þannig að Kári eru í góðum málum og svo það KFS léttir, KFS vann léttir 2-0 á laugardaginn. Svo það Álftanes Vængir Júpiters sem hefjast við og fyrirleikunum fór 1-1 á heimavelli Vængir Júpiters og svo það KFG og Þróttur Vogur sem eigast við og fyrirleikurinn hjá þeim fór 2-0 fyrir Þróttur Vogum. Farið ekki langt, hlustu góður, við ætlum að fara núna í motorsportið, það rally og viðmælandinn þar Þórður Bragason, formaður bifreiða íþróttaklúbb Reykjavíkur. Rally Reykjavík fór fram helgina, alþjóðlegt og skemmtilegt mót. Hann ætlar að fræða okkur það, við förum í gegnum úrslitin og keppnina sjálfa og fleira rallyið og svo förum við aftur í boltan og fleira, þannig að þið haldið ykkur við tækin og þeim ég að sjálfsögðu hringinn og ef þið vilja óskala í 4800 963 og eða senda mér skilaboð hérna á sportátinu á Facebook.